það hefur ekki staðið á mér að mæta andstæðingum mínum í einmitt rökræðum vegna þess að mér finnst það mikilvægt að við tökum þessa umræðu. Ég vil ekki þagga niður í þeim, þú veist, mínu málstað ekkert, þú veist, það bætir ekkert minn málstað að þagga niður í þeim. Í raun og veru bæta það minn málstað því meira sem þau tala, því að súrefni og sólarljós það besta við að drepa slæmar hugmyndir. En það einmitt þessi leyndarhyggja og þetta að vilja ekki taka umræðuna og fara í svo að þessi ad hom árásir. Já, eldur svona, þau eru bara grimmir transport og ómarktæk og svona. Þú veist, þetta virkar ekki. Skildi það í byrjun. Byrjum á því. Þú ert búin að vera allir bilaður. Já, þá erum við að tala kannski gagnrýni mín á feminisma. Svona fyrir áratug síðan eða svo. Já. Jafnvel meira. En það náttúrulega sú gagnrýni í raun og veru upphafið af annari öðrum vinklum sko, vegna þess að ég gerði mér ekki grein fyrir þá að þessi sömu ideológar eða sömu hugmyndafræðingar voru bæði búin að taka yfir kvenréttindabaráttuna, hreyfingu fatlaðs fólks, hreyfingu fólks á flótta og hreyfingu samkynhneigðra og farið með allar þessar baráttur í allt aðrar áttir. Þannig að í raun og veru, þegar ég var að gagnrýna feminisma, þá var ég í raun og veru ekki að gagnrýna feminisma heldur þessa sömu hugmyndafræðinga og ég að gagnrýna í dag. Já, ég nefnilega bara eins og mínir hlustendur vita sko það að ég verið með gagnrýnin á þessa baráttur út af því að sko það ekkert endilega að þær hafa alltaf rangt fyrir sér, það miklu meira það að það vill sigur undir formörkjum einhvers konar þöggunar. Já. Og það hefur farið í taugarnar á mér og þú reyndar hefur líka farið í taugarnar á mér með hvað þú getur verið bilaður sko, en hins vegar sko að þá hefur farið aðeins fyrir brjóstið á mér sko að þegar maður hefur verið að fylgjast með því sem þú hefur verið að gera, alveg sama hvað manni finnst það, að þá hefur oftast verið sko viðkvæðið að þín rödd megi ekki heyrast. Það rauður fáni fyrir mér þegar að fólk einhvern veginn að segja að þeir sem í einhverri baráttu eða andstöðu megi ekki segja neitt. Og það náttúrulega ástæðan fyrir því líka ég ákvað að fá þig bara til þess að reyna þess að kafa hún eitt. En kannski svo við byrjum aðeins á breiðum strókum. Þú ert samkynhneigður maður. Ég ætla ekki þetta ekki rúf viðtala sem ég hver sagan þín? Já, en ég vil frekar bara vita sko að þú talar feminisma, talar gegn þeirrum hugmyndafræði einmitt örugglega að einhverju leyti skörumstu við á svona Venn-díagrammi það hvernig gagnrýni okkar hefur verið á þessar kjarnahugmyndir réttindabarátta ýmissa undanfarin ár. En hvenær byrjar þetta með það að þú ert mestmegnis að hugsa transmál í dag? Hvenær byrjar það? Það byrjar, og ég man mjög greinilega eftir því, það byrjar á aðfangta jóla 2015. Það svona mómenti það sem ég píka, þú veist, við köllum þetta í gender critical hreyfingunni sko to peak trans, þegar þú ert svona búin að átta þig á heyrðu, núna ekki allt með feldu. Og þar var manneskja sem setti á samfélagsmiðla svona skopmynd teiknað á kanadískum transaktivista sem heitir Sophie Labelle. Þar sem 2 hommar eru á bar í aðstæðum og svo kemur þriðji aðilinn sem sem sagt svokallaður transmaður. Og annar homminn segir við hinn, heyrðu, hann dálítið sætur þessi. Og þá segir hinn homminn sem veit að viðkomandi þessi þriðji transmaður og þá ekki með öll tóla tæki. Svo þetta upprunalega kona. Já, upprunalega kona. Að að hann muni ekki geta verið almennilegur hommi, skilurðu. Og næsta mynd, hún svo fór í það að útvatna samkynhneigð og mína kynhneigð þá sem eins konar kynfæra blæti. Og fyrir mér þá þetta ofboðslega móðgandi og homofóbískt. Þannig að þá byrja ég
hugsa málin, býttu, hreyfingin virkilega að fara að senda mér þau skilaboð að sem sagt að þessi homofóbía sem maður upplifði á 9. og 10. áratug síðasta aldar, það sem var bara sagt eldur, þú ert ekki búin að hitta réttu dömuna, þannig að þú þarf bara að hitta réttu dömuna og þá verður þau bara í fínu lagi. Þannig að núna verið að senda þau skilaboð að ég þarf bara að hitta réttu manneskuna til þess að afhomma þig í rauninni. Og þetta nákvæmlega sömu skilaboðin og þarna í raun og veru byrja ég að kafa dálítið ofan í kaninuholu sem ég hef ekkert komið upp úr aftur. Já, ok. En svo veist, í dag þú ert búin að vera að vinna í samfloti við blaðamann Telegraph, sem náttúrulega risastórt tímarit eða blað í Bretlandi, þar sem að þú ert búin að vera að skoða umhverfi hér á Íslandi ásamt Júlíu Bindel. Og ég verða að viðurkenna því miður, afsakaðu Frosti, ég veit þú ert að hlusta, en ég á eftir að hlusta á það viðtal. En það sem ég var búin að hlusta á, sem var reynda töluvert, þriðungur eða svo, var mjög áhugavert, því að hún sem sagt gamall feministi. Hún gallharður feministi. Já, gallharður feministi, en já, fyndið að þetta er svona, maður komin í Newspeak að segja að þetta gamall feministi. Hún eldri feministi, var ég nú að meina, en hún fer svolítið gegn þeirri svona umræðu sem í svona almennri feminískri umræðu í dag. Ef þú lýsir því að bara, þú veist, hvað það að gera með hana? Sko, ég og Julie Bindel kynntumst fyrir tæpum 2 ára síðan og ég sagði henni frá bara viðhorfunum til minnarbaráttu á Íslandi og hvernig staðan væri, og Íslandi náttúrulega mjög þekkt land, þú veist, erlendis fyrir kröftuga jafnréttis baráttu og stöðu kvenna í samfélaginu. Og þegar ég spurður út í hvernig málum að hátta núna í sambandi við réttindi kvenna, þá náttúrulega kemur upp önnur mynd. Julie Bindel, hún í raun og veru trúði ekki sínum eigin eyrum þegar ég var að segja henni hversu langt við varum komin í að afnema í raun og veru réttindi kvenna vegna kurteisi við karla sem halda að sér ákveðnum hugmyndum eigið kynferði. Þannig að hún ákvað að slást í hópinn með mér til Íslands, og við settum upp nokkra fundi í stjórnsýslunni án þess að nafn mitt kæmi neins staðar nálagt. Ég var bara svona lokal kollík vegna þess að það hefur reynst mér erfitt að fá fundi hingað og þangað stjórnsýsluna, þannig að ég fekk þarna náttúrulega bara mjög góða aðstoð til þess að fá fundi hjá stjórnsýslunni. Og hún fekk að sjá bara með eigin augum og fá að reyna það á eigin skinni hver staðan á Íslandi orðin, og hún mjög slæm. Ok, og það verður þá fjallað þetta einhverja leiti í Telegraph á næstu dögum, þá gerir ég ráð fyrir. Já, það verður fjallað það. Við til að mynda fengum fundi hjá Þjóðkirkjunni. Nú var biskupinn okkar ekki við. Hún var á leiðinni til Tókíó að hlaupa maraþon, þannig að við fengum hálftíma fund með biskupsritara, og það var ýmislegt á skrifstofu biskupsritara sem var fróðlegt að sjá, sem mun birtast í Telegraph, reikna ég með. Og svo áttum við mjög góðan fund með umboðsmanni barna, Salvöru Nordal, og já, við áttum hinn á þessa fundi sem ég get ekki alveg farið út í ennþá vegna þess að greinin í Telegraph ekki komin út. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land, og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samveru
vera stund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem heitir pottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitir pottar.is, græja þetta fyrir þig. Hérna, ég gerir ráð fyrir hvenær heldur hún koma út? Hún kemur örugglega út að, eftir að við birtum þetta. Ég ekki alveg viss. Nei, við tökum ekki að segja það. En hérna, en þá veldi ég fyrir mér út af því að þegar ég tala við forsvarsmenn samtakana 78, þá segja þau einfaldlega að þú sért að fara fyrsta lagi náttúrulega rangt með, en gengur fram með slíku offorsi að það valdi skaða. Og maður veldir þessu alveg fyrir sér, að þó svo að ég sé náttúrulega bara tjáningafrelsis maður, að þá eru tilfinningar þannig undir. Og það eru foreldrar sem að eiga transbörn og þeir einfaldlega vilja passa upp á bara heilsu þeirra, félagslega heilsu þá sérstaklega, og að þú sért þá að bera fram einhvers konar hugleiðingar, saman hvort að þær séu réttar í sambandi við líffræðin eða annað, en að svona félagslega gengur fram með slíku offorsi að það geti skaðað tilfinningalíf ýmis aðila sem eru í vondri stöðu til að byrja með. Og það sem ég velti fyrir mér er að það hvernig þú gengur fram hefur verið svona ábótavant að einhverju leyti út af því að þú hefur sagt að vera kærur, þú ert með mjög mikið af svona, gengur mjög hart fram til þess á internetinu, kallar transfólk kyngervla eða eitthvað þannig. Þetta bara íslensk og góðgild orð yfir það sem það telur sig vera. En telurðu að það gæti hafa ollið því að þú ert kannski, að málstæður þinn sé í verri stöðu fyrir tilstilli þess að þú gangir svona hart fram? Já, við verðum að athuga það, að þetta, fyrir að fyrsta þá vil ég vísa bara þessari gagnrýni í raun að vera á bug, vegna þess að það ekki ég sem að ganga með offorsi, það ekki ég sem að setja börn í læknisfræðileg og lyfjameðferðir og í félagslegt transferl og annað, það eru þeir sem eru að gagnrýna með að gera. Hérna erum við að tala barnavernd og við erum að tala heilsu og líf barna og líf og heilsa og líf barna í samfélaginu ekki einkamál einhverja foreldra. Það okkar allra að standa vörð velferð barna. Við sjáum bara til dæmis nýju málin með Bakkakot og alla þá barnaskandala sem við höfum þurft að horfa upp á bara sem íslensk þjóð. Núna erum við með einn stóran skandal gerast í slow motion og það enginn sem segir neitt og ef einhver vogar sér að gagnrýna það þá það bara kveði niður og maður kallaður bigot og transfób og hættulegur og ég veit ekki hvað annað. En þetta gaslýsing og þetta vörpun. Það ég sem að biðja varkárni, ég að biðja að það sé ekki haldið umdeildum hugmyndum kyn og kynferði af börnum sem staðreyndir séu að ræða. Ég að fara fram á það að börn séu kannski spurð hvers vegna heldur þú að þú sért stúlka eða drengur. Það nóg að þér finnst gaman að sparka í fótbolta þegar þú ert stúlka að þú sért þá kannski strákur því að ég var þetta barn líka þú veist og ég ólst upp ásamt samkynhneigðri systur minni, við erum bæði samkynhneigð, hún var svona ekta stráka stelpa og brjálaður axlagangur í kringum hana meðan ég var hoppandi í snú og París og leikandi mér við stelpunar og samsvaraði mér betur þar. En hefði ég lent í þessari hringuðu hugmyndafræði einhverja brjálaðra kynjafræðinga, þú veist, árið 1984 skilurðu, þá hefði það geta valdið mér stórkostlegu tjóni og ég ekkert viss að ég væri hérna í stólnum að tala við í dag. Hefði það orðið veruleiki? Nei, ég átti reyndar samtal sem að hafði svona örlítil áhrif á mig daginn, þá var vinur minn sem samkynhneigður. Hann bæja einhver leiti, hann svona allra. Já. En hann sagði við mig samt að það sem að væri sérstakt við þessu umræðu og hann sagði að ég myndi aldrei þó að tala þetta inn í svona the gay community eða í samfélagi samkynhneigðra, sérstaklega ekki hér á Íslandi.
en hann segir sko að hann hafi haft þessar hugmyndir líka og að í rauninni ef að hann hefði fengið ákveðin svona meðbyr að þá hefði hann örugglega verið meira svona í samfloti með því að gerast trans. Of course, alveg 100%. Af hverju heldur þú að samkynhneigðir bara víða vestræna heiminn hafi stofnað sín eigin samtök til þess að sporna við þessu? Þú veist, LGBT Alliance stofnað 2019 og ég og aðrir fáir, Íva meðal annars og Hallgeir Jónsson og fleiri, við stofnuðum okkar eigin samtök hérna 2022, voru reyndar með vinnuhóp frá 2019 að reyna að koma þessi inn í umræðina. Við vorum öll tekið niður á augnabliki. Við höfum ekki fengið að geta átt fundi eða neitt í friði. Okkar félagslega frelsi hefur verið stórkostlega skert alveg frá byrjun. Og núna eru samtök út alla Evrópu, Bandaríkin, Ástralíu, með samkynhneigða og tvíkynhneigða sem eru akkurat að segja þetta sama. Að hefðu við verið sett í þessa ramma, þá hefði við farið niður á þessa braut og auðvitað börn gera það sem er haldið að þeim. Þetta vitum við. Börn treysta fullorðna fólkin í kringum þau. Auðvitað. Þetta er mannlegt eðli og þetta er eðli barna að treysta þeim sem eldri eru. Hvað er hérna, en veldur þið einhvern tíma fyrir þetta? Þú sagðist einmitt hafa farið honni í kannuholu og ekki komið upp úr. Og maður veit að þó svo að álhattanir hafi stundum rétt fyrir sér að þá eru þeir stundum bara að vera alltaf álhattar. Veldur þið einhvern tíma fyrir þér svona, þú veist, er ég in the wrong hérna? Þú veist, er ég sá samkynhneigði maður sem er að berja, þú veist, er ég 1980 maðurinn sem að Stonewall? Reglulega og auðvitað þarf ég að taka þess að dansa í kringum mig og kringum annað fólk en það hefur ekki staðið á mér að mæta andstæðingum mínum í einmitt rökræðum vegna þess að mér finnst það mikilvægt að við tökum þessa umræðu. Ég vil ekki þagga niður í þeim, þú veist, mínu málstað það bætir ekkert minn málstað að þagga niður í þeim. Ég raun og veru bæta það minn málstað því meira sem þau tala, því að súrefni og sólarljós er það besta við að drepa slæmar hugmyndir. En það er einmitt þessi leyndarhyggja og þetta að vilja ekki taka umræðuna og fara í svo að þessi ad hom árásir. Já, eldur er svona, þau eru bara grimmir, transfóbor, ómarktæk og svona. Þú veist, þetta virkar ekki. Þú veist, þetta á ekki að vera samtök sem eru ríkistyrt upp á fleiri 100 milljóna króna ári eiga geta það á sinnt þessu starfi gagnvart skjólstæðingum sínum. Eru þau ekki að bregðast sínum skjólstæðingum með því að mæta mér ekki í umræðum? Ég myndi segja jú og það er það náttúrulega ástæðan, ég meina ég hef kafað eitthvað ofin í þessi transmál en að svona flestu leyti er ég ekki að pæla í þessu út að ég er bara að pæla í ýmsum öðrum hlutum. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og lætur klára málið í dag. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt.
Nú býð ég bæði upp á ýsu og steinbít sem að kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbrögðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. En þegar ég speglaði þetta í tjáningarfrelsisumræðunni að þá get ég verið sammálaður að þetta fer pínu fyrir brjóstið að mér út af því að það sem hefur verið svolítið sérstakt við þetta að þetta líka svona ákveðin one size fits all hugmyndafræði, þar að segja við erum með eitthvað fólk sem í aktivisma sem að speglar sinn veruleika í öllum þeim börnum sem að koma fram með einhvers konar vangaveltur og ég alltaf að hugsa sko, er það ekki svolítið sérstaklega þegar við höfum verið að sjá til dæmis í Bretlandi, Svíþjóð og víðar að þá til dæmis að hætta með einhvers konar bælingar, hormónabælinga meðferðir einfaldlega út af því að þau teikn sem á lofti í þeim efnum þó svo að sé ekki búið að slánunu föstu að þetta sé ekki að virka sem skildi og hefur líka slæmar afleiðingar til frambúðar. Þá finnst mér við alveg geta verið hérna, heyrðu, ok, eigum við kannski að vera að horfa til þess, en það einhvern veginn áliti sem allir aðrir eru bara að gera mistök og við þurfum bara að halda áfram. Ég einhvern veginn hef ekki alveg fengið fullnægjandi svar við því og þú veist það sagt að það sé svo skaðleg umræða og svo mikið hægri bylgi heiminum en ég svona, ég tel allavega í þessari kreðsu og læknasamfélagina að þá getur það ekki verið upp á teiningnum að allir bara í læknasamfélaginu séu að bera þetta aftur út af því að það hægri bylgja heiminum. Ég vísa þessu með að þetta sé einhver hægri bylgju að kenna að við séum að tala velferð barna í þessu samhengi. Sko, og þegar við vorum að tala áðan að ég hafi kannski verið með einhver dólg við einhverja ákveðin arma feminisma hérna á árum áður, þá skemmtilegt að segja frá því að mínir helstu samherjar í baráttunni í dag eru einmitt róttækir feministar. Hverjir hefði haldið það fyrir 10 árum síðan að eldur væri í slagtogi með radikal feministum út alla trissur, skilurðu. Einmitt feminista sem ég átti að hafa verið haldin svo mikilli kvenfyrirlitningu gegn. En flestar þessar konur og flest þetta fólk og sérstaklega samkynhneigða fólki sem í þessari baráttu mín megin eru mjög vinstri sinnaðar einstaklingar. Núna ég ekki sérstakur vinstri sinnaðar einstaklingur en flestir mínir samherjar eru af vinstri vangnum. Þannig að þetta annað sem ég bara gjörsamlega vísa á bug. Þetta snýst ekki vinstri hægri, þetta snýst rétt og rangt. Þetta snýst að sýna börnum að minnsta kosti þá virðingu að við setjum þau ekki í ógagnreyndar meðferðir á ósekju. Núna vorum við að tala hormónablokkarana rétt áðan. Íslendingar eru að dæla triptólerín í börn á Landspítalanum og triptólerín einmitt lyfið sem búið að setja stoppa út gjörvallan vestræna heim og það bil helmingi ríkja Bandaríkjanna vegna þess að við vitum ekki langtíma áhrifin af lyfjunum. Hillary Cass gaf út skýrslu sem var á 5. ári vinnslu vorið 24 ég man rétt að skýrslan kom út það sem, og hún gaf út bráðabirgðaskýrslu árið áður til þess að stöðva notkun lyfjanna vegna þess að lyfin voru og hún notaði orðið unsafe sem sagt óörugg. Þetta var nóg til þess að setja algjört stopp á þessi lyf. Svo núna síðustu mánuði vegna þess að í skýrslunni þá mælti hún fyrir því að það yrði gerðar klíniskar rannsóknir á lyfinu á 226 eða 8 börnum. En við náðum að koma í veg fyrir að þessar tilraunir yrðu gerðar vegna þess að það eru til gögn 9.000 einstaklinga í Bretlandi sem hafa fengið þessi lyf. En þegar Hillary Cass var í sinni upplýsingaöflun þá neitaði transteymi fullorðina í Bretlandi í gegnum hjá NHS að láta þessar upplýsingar til Hillary Cass og báru fyrir sig að þetta væri trúnaðarskjöl. Núna West Reading bara í þessum töluðu orðum bara í síðustu viku og við erum það er 3. mars í dag.
Þannig að núna West Reading heilbrigðisráðherra Breta að fara að mæla fyrir því að og það verður samþykkt í þinginu að þvinga þessar klínikur að láta þessi gögna af hendi. Þannig að þá getum við fara að rannsaka afdrif þessara 9.000 einstaklinga sem hafa fengið þessi lyf á síðustu 15 árum. Og auðvitað er þetta þar sem við áttum að byrja í staðan fyrir að setja fleiri börn í tilraunameðferðir. Því að við sem samfélag við eigum náttúrulega að vera gjörsamlega sammála að við stundum ekki tilraunastarfsemi á líkamlega heilbrigðum börnum ef við getum ekki staðfesta að ávinningurinn sé meiri heldur en hugsanlegur skaði. Það stenst ekki siðferði. Nei, ég get tekið undir þetta út af því að ég og þetta hefur bara alltaf farið pínu fyrir brjóstaða mér þegar einhvern veginn, ég var alveg peppaður, ég var aldrei peppaður fyrir neinum hormóna meðferðum á börnum, þegar fólk var að segja við mig að þetta væri með fullu afturkræft, að þá þótti mér það ekki halda neinu vatni. Ég á vini sem að hafa notað stera, sumir eru bara í fínu standi í dag en sumir fóru aftur á móti illa út úr því, en alveg óháð því hvort þú verið illa út úr því ekki, þá hefur þetta náttúrulega stórkostlega áhrif á afdrif bara líkamsuppbyggingar. Og þegar þú ert með fólk sem er börn, sem eru í uppvexti, tala nú ekki á kynþroska skeiði sem er svona mesta breytingaskeiði sem það fer á yfir lífið, að þá sjálfsögðu er ekki hægt að slá því föstu að það sé eitthvað sem hefur engin áhrif. En ég velti fyrir mér núna svona félagslega, það sem hefur farið aðeins í taugarnar á mér til dæmis þinn málflutning, er að núna erum við með Uglu Stefaníu og við erum með Veigu og fleiri, og ég bara, fyrir mér, ef þú gengur svona langt og er tilbúin að taka svona mikið afdrifaríkar ákvarðanir þitt líf, að þá finnst mér félagslega er þetta eitthvað sem við getum alveg samþykkt. Þannig að við tökum að sliðaskröf kannski frá börnunum þegar við erum með aðila sem eru fullorðnir. Ugla Stefaníu er bara kona fyrir mér, bara út af því að hún gengur svona langt. Þú gengur aðeins gegn þessu og ert bara svona, nei, það er ekki til neitt sem heitir trans og þannig. Telurðu að ef við vorum að tala um að skaða þinn málstaf, þegar þú ert að vekja athygli á þessu og fólk sé kannski að bera það fyrir sig að félagslega ertu það óbilgjarn gagnvart þessum hugmyndum. Er þess þörf að vera líka með þannig félagslega vinkil eins og það að segja Ugla Stefaníu sé bara einhver karlmaður? Telurðu að fyrsta lagi náttúrulega telurðu að svo sé, en telurðu líka að það sé málstæðinu til framdráttar? Geldur karl er ekki kona. Þú veist, við skulum bara byrja þar og það að vera kona er ekki einhver hormóna levels. En svona félagslega getur alveg samþykkt það, ég menna ef að hún vill láta álita sér sem konu, af hverju ætti þú að vera einhvern veginn svona til hvers? Ég er líka að velta því fyrir mér ef þú spyrir mig bara, er hún líffræðilegur kall? Ok, þá skulum við spóla þess tilbaka. Sjáum bara í kringum aldamótin, þá var þetta var ekkert issue. Öllum var alveg sama, og þú veist, við vorum með transkonu sem vann Eurovision 98 fyrir Ísrael, þú veist, þegar Vala Grand og Anna Kristjánsdóttir komu út og Ugla Stefaníu líka, þú veist, það var öllum nákvæmlega sama, þú veist, þetta var ekkert issue. Þetta varð issue þegar þetta fólk fór að skipa okkur til þess að við þurftum að trúa því virkilega að þarna var konur að ræða. Ég er alveg, þú veist, ef þú vilt lifa sem kona eða eitthvað þannig, be my guest, mér getur ekki staðið mér á sama. Jú, ég skal vera kurteis við þig og kannski segja, þú veist, já, þú veist, og nota persónunöfnin hún og þannig. En virðingin verður að vera gagnkvæm, skilurðu. Ég vil ekki að þú gangir inn á mitt skilgreiningarfrelsi. Ég þarf að geta skilgreint raunveruleikan eins og hann blasir við. Því að ef við hættum að geta skilgreint raunveruleikan, þá byrjum við líka hætta að geta staðið verðum áunninn réttindu okkar. Og þetta á við til dæmis við konur. Hvað er kona? Núna er það orðið þrætuepli. Hvað kona er? Og hvað er það kvenréttindi? Þá er það orðið þrætuepli líka. Fattar þið hvað við? Þannig að við erum að opna Pandora box.
í staðan fyrir að við bara komum vel fram með þessa kalla, skilur við, af hverju eiga konur að vera með þá í kvennaklefunum, af hverju eigum við ekki bara að fræða okkur, educate ourselves eins og þau segja og koma fram með þessa menn, þú veist, eins og menn, þú veist, kurteisir og þú veist að sýna þeim skilning, af hverju eiga konurnar að gera það, skilur við getum alveg snúið þessu þannig við, þú veist, er það ekki hugarfarsbreyting hjá okkur, get ekki karlar verið alls konar, eigum við að senda kvenlegan karl, svona twink homma á hann að fara í kvennaklefan út af því að hann telur sig vera eitthvað óöryggari í karlaklefanum. Hvar eru mörkin? Skilur við? Þannig að þetta er líka annar vinkill. En núna hefur verið ákærður fyrir það að vera smá dickhead á internetinu. Ég ekki ákærður fyrir að vera ég er ákærður fyrir að vera dickhead á internetinu. Já. Ég nefnilega, ég er ekki ákærður, ég er undir sakamálarannsókn. Það er ekki búið að gefa út á mig ákæru. Sakamálarannsókn hljómar verr, en ok, Já, ég sem sagt gagnrýndi Pink News á sínu tíma að birta grein hversu öruggt, þeir voru að svona, hvernig á ég að segja þetta, voru að fagna því að þessi loksis komin fram grein í vísindasamfélaginu þar sem karlar geta gefið börnum á brjóst og þetta var náttúrulega dregið tilbaka mjög fljótt því að það voru bara aktivistar hjá NHS í Brighton sem hendi þessari þvælu út sko og ég náttúrulega sagði og stend við það að ef karl sem hefur ekki borið barn, gengið með barn, fætt barn sé að taka inn eitthvað lyfjakokteil til að búa til eitthvað geirvörtu sull til þess að gefa barn á brjóst þá er það ekki til þess að sinna frumþörf barnsins heldur sínu eigin kynferðislega blæti þú veist og ég skal standa í hvaða réttasal sem er og verja það, ég þurfti nú meira að segja að verja það í mínu máli gegn RÚV í réttasal sem var svona surrealistisk að þurfa að verja þessa afstöðu. Var það sama mál? Það er ekki sama mál en RÚV sem sagt notuðu þetta sem gögn til þess að reyna að búa til svona ákveðin karakter af mér. Ok, en þannig ég fá þessu skýra ramma á þetta. Sko, Pink News, þú segir að kynferðislegt blæti, ertu ákærður fyrir að nota þau orða? Ég notaði orðið pedofília. Já, ok. Þannig að en málið er það, ég er ekki að ásaka hóp fólks barnagirnd, ég er að segja að karlar sem nota börn eða nota unga börn til þess að leggja á brjóst eru að gera það vegna eigins blætis. Ég er ekki að ráðast á hóp karla, ég er náttúrulega að ráðast á hóp karla sem gera þetta. Þú veist. En hver kærir þig fyrir þetta? Samtökin 78. En Pink News, er það ekki erlend fréttaveita? Jú, en þetta er erlend fréttaveita og tístið var á ensku líka, en Samtökin 78 fór í einhverja stórkastlega sparðatýnsluferð á samfélagsmiðlunum mínum fyrir kosningar og fundu þarna einhverja 6 færslur, meðal annars gagnrýni á írska Eurovision lagið þar sem þau voru öll í svona einhverju satanísku djöfla dyrkenda dótaði með transfána veifandi og eitthvað og svo gagnrýndi lagasetningu á Alþingi sem stendur að karlar sem fæða börn skuli vera skráðir feður barna sinna en þarna náttúrulega vera að tala konur sem fæða börn sem eru það á testósteróni sem er náttúrulega svo önnur umræðu að við skulum samþykja það að konur sé á testósteróni á meðgöngu. Þú veist, en svo höldum okkur aðeins við ramman. Þú ert ákærður líka, er það líka Samtökin 78 sem er reka málið og RÚV? Samtökin 78, nei, ég höfðaði mál gegn RÚV. Þú höfðaði mál gegn RÚV, ok. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim er að sjálfsögðu Alvöru Bón.
Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Þannig að segðu okkur aðeins frá því. Ég höfðaði mál gegn RÚV vegna þess að í þættinum Forustu sætið 3 dögum fyrir kosningar þá var Bergsteinn Sigurðsson að spyrja Arnar Þór Jónsson út í veru minna, altså hvers vegna ég var í oddvitasæti í Norðvesturkjördæmi. Og hann sagði þar að ég hafi verið sem sagt gómaður við að mynda börn á skólalóð og hafi verið hirtur á lögreglu fyrir þetta sem náttúrulega alls ekki rétt. Það kom mál upp í Langholtsskóla að við fórum þarna inn nokkur saman að taka upp plaggötin. Og okkur var sýnt bara skólinn og annað en þegar aðstoðarskólastjórinn þarna fattaði hver ég væri þá rak hann okkur til sem bara fínt og við hlýttum því, það var ekkert mál en það var engin lögregluköll til og það voru engin börn á staðnum, þetta var eftir að kennslu lauk, það var engin börn til staðar. Hann er að vísa til þessa atviks. Hann er að vísa til þessa atviks og svo var ég núna að koma að staði í vikunni sem leið, ég var í skýrslutökum á föstudaginn var hjá lögreglunni vegna þess að í kosningabaráttunni þá var ég í þokkabót kærður fyrir brot á barnaverndarlögum. Og undir hvaða formerkjum? Vegna myndbirtinga sem ég notaði myndir af vef Reykjavíkurborgar og á vef Landsbanka Íslands í fyrirlestri sem ég hélt í Lissabon árið 2020, í ágúst 2024. Sem sem sagt 3-4 mánuðum fyrir kosningar. Og það var mynd af barni? Það var mynd af börnum. Þetta voru myndir sem voru aðgengilegar öllum af vef Reykjavíkurborgar og á vef Landsbanka Íslands og þetta var fyrirlestur í fræðasamfélaginu. Það var fyrirlestur á vegum samtaka fyrir sálfræðinga, geðlækna, klíniska meðferðaraðila, áhugamanna transferli barna. Þetta samtök fyrir detransitioners. En þau birtu sem sagt, ég náttúrulega bara verktaki, ég náttúrulega bara halda þarna fyrirlestur í Portugal stöðu transmálefna á Íslandi og hvernig Íslands samfélag hefur í raun og veru bara sökt sér á bólakaf í þessa hugmyndafræði og þessi fyrirlestur fer svo á YouTube á vegum Genspect sem eru samtökin sem kaupa þjónustuna af mér þannig að ég sitt þetta ekki á vefinn ég bara að halda fyrirlestur í fræðasamfélaginu í Portugal skilurðu og þetta sem sagt nota gegn mér en þau vilja sem sagt meina að ég hafi gerst brotlegu við barnaverndarlög en ekki þau sjálf fyrir að hafa heimilað Landsbanka Íslands og Reykjavíkurborg að setja myndirnar af börnunum sínum á vefinn. Það ekki fyrir en að ég nota myndirnar að þá sér einhver athugavert við það. Já, ég reyndar hef alltaf gagnrýnt flesta sem með í myndbirtingum. Ég alveg 100% sammála. Af börnum almennt, sko. Mér finnst alveg mjög sérstakt. Ég hefði geta verið miklu grófari vegna þess að ég hef safnað í saman. Þú veist, bæði foreldrar og foreldrar transbarna og transbörn sem eru notuð og pareituð í fjölmiðlum með myndbirtingum og nafnbirtingum. Þannig að ég á þetta allt til en ég nota þetta náttúrulega aldrei í mínum aktivisma en ég held alveg skrá utan þetta. Já, en þá velti ég fyrir mér sko því að ég veit að það einhverjir hlustendur sem eiga jafnvel transbörn og hafa mitt verið svona kvarta yfir því aðeins hvernig ég að bera fram og ég mun örugglega að fá kvartanir fyrir það að yfirhöfuð hafa boðið þér. En ég velti fyrir mér sko því að ég líka, þú veist, ég sammála öllu hvað varðar tjáningarfrelsismálið. Mér finnst bara ótrúlega sérstakt hvernig komið fram við þig, sérstaklega þegar við erum að sjá þessa þróun erlendis. Mér finnst líka reyndar, svo ég bæti því nú líka við, mér finnst líka svolítið sérstakt að núna erum við með hérna ungan föður sem hér á landi, sem hefur verið í baráttu við kerfið út af því að hann sem sagt á
transbarn samkvæmt móðurinni, kemur fram í gögnum að móðurinn sé einhvern veginn að komin lengra í transferðinu eins og það er orðað ef ég er að skilja gögnin rétt heldur en barnið jafnvel og sem að setur þetta í ákveðina svona skrítin farveg og Elon Musk er jafnvel að retweeta því og það er náttúrulega ótrúlega mikið á hreyfingu í allir þessu umræðu út af því að eins og vorum að tala um áðan hvað var að gerast erlendis að fólk einhvern veginn telur sig geta haldið potluckinu. Ég er alltaf að segja bara, ég held að sko, eins og við erum búin að sjá núna undanfarið að eftir því sem að þú þrýstir sko, meira á potlucki því meira verður sprengingin. Það er eitthvað sem að hefur farið aðeins mjög mikið í tönu á mér en hins vegar þá velti ég líka fyrir mér sko, að það er eitthvað fólk hana sem að sama hvort að þetta sé einhverja tilfinningar, sama hvort að þetta sé hafa að gera með einhverfurófið eins og hefur oft verið talað Ég var reyndar að sjá til dæmis eins og í núna Quake þá var verið að fara að fjalla núna, við erum að tala saman á þriðjudegi þannig að það er í kvöld þáttur þar sem einmitt verður fjallað tengsl einhvers konar einhverfu og geðkvilla sem að setja náttúrulega líka risastórt spurningamerki í þetta en sko út af því að þú gengur fram með mjög miklu áforsi og ef við tökum sko félagslegu hliðina gagnvart börnunum hefur einhverja áhyggjur af því sko þú veist eins og með þetta óvægt við hvort það hefur rétt fyrir þeir ekki að þá er þetta svolítið þú veist bombardment inn í sko félagslega bara tilfinningalíf og annað Já. Ertu einhvern tíma bara svona þú veist hugsa aðeins hvað þú ert að gera höfum það hugfast að ég nafngreini aldrei börn eða foreldra eða fólk almennt í mínum aktivisma ég er náttúrulega fyrst og fremst að ráðast á hugmyndir og ég er að ráðast á kerfi ég er að ráðast á viðhorf ég er ekki að ganga á eftir ákveðnum foreldrum eða ákveðnum börnum eða ráðast á einstaklinga. Það er bara ekki minn stíll og það er náttúrulega óþarfi og vissulega eru náttúrulega börnandi inn í breytunni og tala nú ekki þegar til dæmis feður eins og hérna Alex sem kom til mín og biður mig aðstoð. Segðu okkur aðeins frá því svo við römmum það mál líka aðeins inn. Sko hann leitar til mín einmitt vegna þess að ég er náttúrulega búinn að vera á bóla kafi í þessu málum og fólk veit það alveg hvar ég er náttúrulega búinn að vera undanfarin ár og hann er náttúrulega ráfandi og hugsa með sér ég á ekki tengslanett, ég er á Ellendubergi brotin. Í hvað vandræðum er hann að lenda? Hann sko fyrir það fyrsta þá hérna hann átti sameiginlegt forræði með barsmóður sinni og við skulum bara segja það vegna þess að ég vil ekki brjóta neitt trúnað eða annað en hann var sem sagt bara haldið utan við þetta transferli alveg þangað til að það var ekki hægt lengur skilurðu barnið sem sagt fer í hérna félagsmiðstöðvar samtakana 78 eða tjarnarinnar eða hvað þetta hérna frá 7 ára aldri hann veit ekkert af því þú veist, þó að hérna forræðið sé sameiginlegt. Þannig að innrætingin byrjar þarna mjög, mjög snemma og hann er settur þarna í ákveðna ramma. Það er líka í heilbrigðiskerfinu, þá er byrjað að fara með hann þar inn og það er ekkert pushback neinstaðar. Það er bara staðfesta. Engar spurningar hjá sálfræðingum, geðlæknum, hvað er það sem er að valda því að barninu líður svona, hvaðan koma þessar hugmyndir en svo kemur þarna fram að móðurinn er jafnvel undan það móðurinn sem er raun og veru drífandinn sko og svo er ýmislegt annað sem er grunur að sé kannski að eiga sér stað sem ég vil ekki fara út í hérna sem hérna Já, hann lýsti í bjórkastinu líkamlegar hérna breytingar á barninu og fleira Já, sambandi við mjög há estrógeól gildi og þess aftar sko En já, það er ýmislegt þarna sem hérna vekur upp spurningar. Nú fekk ég að sjá öll gögn barsins og það er ýmislegt sem er ábótavant í kerfinu og það er ýmislegt sem við þurfum að fara að ræða virkilega bæði aðkomi hagsmunasamtaka eins og í forræðismálum. Sko, þú ert að spyrja, hann náttúrulega fær dæmt af sér forræðið vegna af þeirri einu ástæðu að hann vill ekki samþykkja breytingu á nafni barsins og vill ekki að barni fari á kynþroskahemlandi lyf. Þau eru bæði sett í mat, hann er sett í mat hvort hann sé hæfu foreldri og þess að það er ekkert slíkt. Þau eru metin jafn hæf,
hann í góðu samskipti við föðurfjölskylduna sína erlendis, barnið tvítengt, þú veist, talar frönsku við föðurinn og íslensku við hinn og í góðum samskipti við fjölskylduna úti. Fjölskyldan úti reyndi að taka þátt í þessum leik líka í upphafi en bara vegna þess að hann vildi ekki að barnið færi á tilraunarlyf og að nafninu yrði breytt, að hann yrði bara fenginn, þú veist, að hann fengi frið til þess að vaxa og grasa og þroskast. Hann setti reyndar mörkin við 16 ára aldur, hann bauð það að hann skildi samþykja nafnabreytinguna en engin líkamleg eða læknisfræðileg inngrip fyrir en við 16 ára aldur og það var heldur ekki hægt að ganga því. Pylsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pylsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pylsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort sú ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pylsu eða sú vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pylsu sem ekki frá bæjarins bestu pylsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pylsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Nei, þetta er svolítið sett þetta mál. En ok, færum þetta þá yfir í það sem ég var að tala áðan með þessi svona, þú veist, tilfinningalíf og það eru bara foreldrar hann úti, við erum búin að sjá þáttaraðir innan og RÚV, man ekki hvort að það hafi ekki bara heitið transbörn. Já, það var stöð 2. Já, en sko, þegar við vorum að tala með þessa efasemdahyggju og með út af því að við erum að tala börn og við erum að tala þetta í svona vera samhengi að svona hvernig þú gengur fram. Ég vil kannski bara breyta spurningunni. Hvað myndir þú vilja sjá gerast ef að þú myndir ráða þessu? Breytingarna sem þyrfti að verða. Myndirðu bara segja, nei, við bara allt transdót og allt þetta, allt sem við ekki með þessum málum, við þurfum bara að þurrka þetta út. Eða ertu með einhvern svona þráð sem að leiðir í það að þetta sé kannski flóknar heldur en þetta sé bara svart og hvítt, annarkvort transfólk til eða ekki og við þurfum bara að ákveða að það sé ekki til. Nei, ég er nú ekki alveg svona harður, sko, ég gerum alveg grein fyrir því að það sko, fólk glímir við kynama, ég veit það, ég gerði það sjálfur, skilurðu, og ég gerum alveg grein fyrir því að fyrir fáa og fyrir suma, þá er það ákveðin lausn að fara í transferli til þess að auðvelda þér ferðalagi gegnum lífið. Þetta snýst náttúrulega að við viljum náttúrulega reyna að lifa eins góðu lífi öll sömul. Þetta okkar sameiginlega markmið, þú veist. En þetta er ekki staður, þetta er ekki tími og rúm fyrir barn. Ef barn að glíma við laskaða sjálfsmynd eða ef barn að glíma við einhvers konar andlega vanlíðan, þá verðum við að mæta barninu það sem við förum að vinna með styrkleika barnsins til þess að styrkja sjálfsmyndina í staðinn fyrir að segja, nei, veistu það, við getum alveg lagað þig, þú við getum breytt þér. Hvernig náttúrulega að útskýra fyrir fötluðu barni að það, þú veist, ef þú ert að segja við transbarn eða svokallað transbarn að það hafi fæðst í röngum líkama, að það sé hægt að laga það. Hvernig náttúrulega að útskýra það fyrir fjölfötluðu barni að það sé ekki að laga hann. Þegar þú vinnur með fjölfötluðu barni eða fötluðu börnum yfir höfuð, hvað er fyrsta sem þú gerir? Það að finna styrkleika hvers barn og þú dregur hann fram til þess að styrkja sjálfsmynd viðkomandi. Þetta er sama nálgun sem við þurfum að mæta þessum börnum. Í staðan fyrir að setja því eitthvað ramma, að það sé eitthvað rangt við þau, að þau þurfa að vera eitthvað öðruvísi og við þurfum að leyfa þeim að vaxa og þroskast. Það nú svona kjarnin í þeim aktivisma, þessum illgjarna aktivisma sem ég hef verið að stunda undanfarin ár. En vegna þess að ég hef ekki fengið að tala, hef ekki fengið plattform. Ég meina, hvað heldur ekki, ég meina auðvitað radikaliserast ég og kannski forherðist í mínum málflutningi og annað. Þegar þú veist, þegar þetta er það sem þú mætir, það er bara veggur, auðvitað forherðistu. En ég vil ekki meina það að ég sé endilega, sko, þau bjuggu mig til
skilurðu. Þau byggu til þetta skrýmsli úr mér, en Úr þetta afurð transsamfélagsins. ég náttúrulega afurð sko, þessa no debate hugmyndafræði samtakana 78 og fleiri. Það hefur aldrei staðað að mér að koma og tala og ræða málin. Til dæmis, núna voru samtökin 78 í síðustu viku að halda viðburð, ætlaðu að halda viðburð í svokallari gagnræðu. Og ég hugsaði með mér, og þú spurði mig áðan, ferðu einhver tíman og dansar hringina að það þú spyr sjálfa þig, býttu eitthvað að mér? Auðvitað gerir maður þetta. Þannig að ég fer oft og fer á fundi hjá hinu liðinu, skilurðu. Ég horfi á YouTube-vídeó frá hinu liðunum, ég hlusta, ég les greinar, ég skoða hvað þetta fólk að gera, vegna þess að ég forvitin líka, ég vil bara komast að sannleikanum, skilurðu. En ef þú vilt ekki ræða hugmyndina þínar, ef við getum ekki skipst á skoðunum og getum ekki gert þetta á eðlilegan hátt, þá eina leiðin fyrir mig til þess að geta hent þessu út í kosmosið, í samfélaginu, að bomba þessu. Og þá getur því náttúrulega verið tekið á margvíslegan hátt. Það sem ég kannski segi, það kemur ekki af slæmum ásetningi, en fólk getur upplifað það sem árás. Sjáðu bara, þú veist, það birtist þarna plaggat á háskólasvæðina sem ég kom með translífina, það sem ég einmitt flokkaði transreifinguna upp í 3 mismunandi hópa. Þá viðkvæmu, börnin sem þurfa ást og alúð og skilning, en svo náttúrulega líka nýðingana og rándýrin á hinum vagnum. Því að þetta rúmast allt þarna undir. En við þurfum að geta greint þetta að og við þurfum að geta rætt þetta. Hverjir eru nýðingarnir og rándýrin? Nýðingarnir og rándýrin eru til dæmis þeir sem við köllum autogynophiles, karlar með sjálfskvens ímyndanar blæti, sem eru að þessu vegna þess að þeir eru með bara óstjórnarlegt kynferðislegt blæti. Þeir fá eitthvað úr því að fara inn á yfirráðasvæði kvenna, fara inn á kvennasalernin og eru kannski að, ég veit ekki hversu hreint þú vilt hafa podcastið, þú veist, eru kannski að toga í hann inn á kvennasalernum og þess aftar, og eru djúpt söktir í svokallað sissy, klám og annað þýumlikt. Þetta náttúrulega bara allt annar handleikur. Málið það, trans ekki bara trans, þetta er svo rosalega breið flóra, og þetta með transbarnið, þetta líka ekki sama umræðan, hvort við verðum að aðskilja til dæmis transdrengina frá transstúlkunum, og þá eru að tala stelpur sem eru á unglingsárunum, sem kannski hefðu endað í statistíkinni sem anorexíu sjúklingar eða sjálfskaða sjúklingar fyrir 20 árum síðan. Þau eru komin þarna. Þau eru að flýja eitthvað. Þau eru farin að fá einhverja óæskilega hegðun frá karlmönnum við 13-14 ára aldur. Þú veist, hver ástæðan fyrir því að stúlku vilja láta skera af sér brjóstin og breyta sér í karla og annað. Þú veist, það þessi hluti sem var að skoða. Svo transkonan eða transstúlkan, hún ekkert endilega bara transstúlka og þú veist, þetta ungi samkynhneigði strákurinn sem með innvortis homofóbíu eða telur til þess að vera betur borgið að fara í gegnum lífið í kvenmannslíkama eða í kvenlíki, eða þetta sem sagt gagnkynhneigði maðurinn sem fór að klæða sig og runga sér í nærbuksunar á mömmu sinni og eiginkonunni sinni sem missi stjórn á sínu kynferðislega blæti. Þú veist, þetta ekki einföld umræða, en plaggatið sem ég hengdi upp var svona að reyna að sýna fram á hversu fjölbreytt þessi flóra þarna og þegar ég kem svo inn og að tala þetta með transbörnin, þú veist, þá ég ekkert endilega að dæma alla, þú veist, ég ekkert að mála alla með sama burstunum, en okkur talin trú að trans bara trans, og ef þú transfóbiskur þá hatur bara alla, en það bara ekki þannig. Hvað hefur einhvern tíma fengið aðgengið að börnum til þess að ræða þetta, með transbörnin? Ég hef fengið ekki meðan þau eru í
ferli. Hljóma skrýta að segja aðgengi, en hefur rætt við Transbird? Ég bara náttúrulega fyrirvendir D-Transbird og það sem sorglega líka hérna á Íslandi að það hafa D-Trans einstaklingar hérna haft samband við mig og svo þegar maður komin á Íslandi okay. Og svo þegar maður komin of nálagt þá allt í einu blokka þau og ég skil þetta, þau eru ofboðslega hrædd og þau eru jafnvel ennþá í þessu félagslega neti þar sem þau eiga vini sem ennþá vilja skilgreina sig sem trans og annað að þau verða bara hrædd, þau vilja ekki missa sitt félagsnet og maður skilur þetta. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Þetta svolítið sérstakt sko, því að ég eins og með þegar Hallgeir lenti í því að verða fyrir árás, mér minnir þetta hafa verið núna í fyrra. Það var á gleðigöngunni í gleðigöngunni og alla jafna hefði það verið fréttnæmt að samkynhneigður maður að ráðist hefði verið á samkynhneigðan mann í gleðigöngunni en þetta náði ekki mikill athygli og mér þótti það alltaf svolítið sérstakt út af því að hann augljóslega verður fyrir árás út af hans hugmyndum þrátt verið það að vera samkynhneigður og þetta sló mig alltaf svolítið eða strauk mér öfugt út af því að þetta hefði verið fréttnæmt alla jafna ef að einhver annar hópur hefði ráðist á hann. En það eins og það sé frítt spil ef að þú ert á ákveðnum skoðunum. Og þetta hefur alltaf verið tönumar og þú talar að ljós sé ástæðan fyrir því að við svona náum til betri hugmynda en þegar við horfum á þetta í víðu samhengi að þá fer þetta fyrir brjóstaðum mér einmitt að það sé ekki verið að takast á við þig og til dæmis núna varst þú í bjórkastinu núna á sunnudaginn og þeir bentu á það að þeir hefðu haft samband við 14-15 einstaklinga til þess að vera með í þættinum og alveg sama hvað manni finnst þá og hvort að þeir séu í einhverju svona hvíti yfirbörða hyggju getur alveg verið öndverið með í gagnvart þeim en ef að þú ert með betri hugmyndir þá ættir þú ekki bara að vilja heldur að gangast eftir því að takast á við þeirra hugmyndir og það þetta í svona ýmissi réttindabaráttu sem að við höfum orðið vitni af undanförnum árum sem hefur farið langmest í töðuna mér út af því að mitt aðal baráttumál, ég ekki mikið í þessum transmálum eða ég ekki neitt en ég í þessum tjáningafrelsmálum út af því að það hefur verið svona viðtekin venja að sigur á einhverju debatti sé í flestum tilfellum í dag ef þeir tekst að komast hjá umræðinni. Það fer í taugunar á mér og þar held ég að við náum svolítið saman var það. Ég til dæmis að með félagslega ég bara svona nei, mér finnst bara óþarfi sumt sem þú ert að gera, gengur fram með offorsi en hins vegar þegar að fólk hefur tök á því að debatta þig og eiga rökræður að það á því að það á að fyrstulega náttúrulega eiga sér stað en þegar fólk á líka að taka því velkomnu Ég alveg sammála því en ég tel þetta ekki bara á Íslandi það sem þessir aðgerðarsinnar hinum megin hafa veigrað sér eða neitað að koma í debatt þetta er kerfislegt hjá þeim hinum megin við köllum það núna Operation Let Them Speak þegar okkur teksta að veiða þau úr ræsunum til þess að tala við okkur og því miður þá er það þannig þau þrífast best í myrkrinu og þau þrífast best á því að þagga niður umræðina vegna þess að þetta eru mjög erfiðar hugmyndir fyrir þetta fólk að verja og þess vegna hefur þetta reynst þrautin þyngri að fá fólk til þess að ræða málin hérna á Íslandi þá eru
þá eru sko Íslendingar, við erum með þessa innprentuð, við erum svo góð, þú veist, gæskan okkar, þú veist, við viljum ekki særa neitt, við viljum vera góð við hvort annað. Ég skil þetta mjög vel, ég er ekki illgjarn heldur, ég er ekkert illgjarn maður, skilurðu. En það er ekki góðverk að taka þátt í þögguninni, skilurðu, vegna þess að við vitum alveg að sannleikurinn hann næst alltaf upp á yfirborðið á lokum. Við verðum að ræða þessa hugmyndir og að tala um pottlokki áðan að þú heldur þessu niður og þetta síður. Við byrjuðum með á þessu 2019, 2020 að reyna að fá þessa umræðu vegna þess að við erum skítrætt við það að þegar pottlokki springur þá munu samkynniðum líka verið hentuð í strætisvagnin. Ég gerir mig alveg grein fyrir því. Þegar þetta mun hafa neikvæð áhrif á áunninn réttindi okkar sem samkynhneigðra þegar fólk byrjar að átta sig, býttu þessi hreyfing, af hverju gerðu þið ekki neitt, af hverju segðu þið ekki neitt. Þetta er stærsti læknaskandall á 21. öldinni og þið heldur bara kjaft og þið sögðu ekki neitt. Þú veist, þannig að þetta mun hafa áhrif á hina hópana sem eru þarna undir líka og þess vegna eru samkynhneigðir, tvíkynhneigðir, við erum að kljúfa okkur út úr þessu. En þannig myndi þau segja sko, því að það er einmitt, þannig myndi þau segja, það er áhyggjurnar okkar, að ef að við erum til dæmis að gefa eftir undir þeim formerkjum að við séum bara eiga samræðnar eins og þeir sem að tala fyrir því oft segja, er að þetta verða bara fyrstu réttindin sem verður tekin í burtu. Ef að menn eins og þú fara að setja það út í svona viðtekna umræðu venju að Ugla Stefáns sé bara kyngervill sem er bara þykjast að vera kvengervill, kvengervill eða hvað sem þetta heitir og þá skilurðu færð þú alla hægri mennina með þér eitthvað, já þetta er allt heilalaust en að þú ert í rauninni að sjá til þess að stíflan brestur sem að einmitt mun leiða til þess að þín réttindi verða skert. Já, þú veist að þetta sé þá einhvern veginn mér að kenna að stíflan brestur, það er ekki ég sem er að halda pottlokkunni niður. Já, þú ert í rauninni Uncle Tom hérna. Já, en það er ekki ég sem er að halda pottlokkunni niður, sko, það eru aðrir sem er að því. Ég er búinn að biðja að létta þrýstingin af þessari suðu mjög lengi en þau náttúrulega halda pottlokkunni niður með því að ræða ekki málin, skilurðu. Sko, ef það sem ég hef fram að færa og það sem ég er að segja er svona opaslega slæmt og vitlaust, þá myndi það taka Ríkisútvarpið hálftíma að fá þessa aktivista í sett með mér og ganga frá mér í beinni útsendingu. En af hverju gera það ekki? Nei. Ég eins og segi, þetta hefur náttúrulega líka bara farið fyrir brjóstum mér í ýmis umræðu og þá er ég ekkert að endilega að segja að þú hefur rétt fyrir, bara það að að þetta er, það sem er líka svo slæmt við þetta er að sko félagslega þá er þetta óumflýjanlegt eins og við vorum að ræða núna áðan að þessi umræða í Bretlandi og annar staðar er að verða miklu háværari. Elon Musk alveg sama hvað manni finnst hann að þá er hann að rauninni sjá til þess að umræða getur átt sér stað á miklum breiðari grunni. Ég hef reyndar sett athugasemdir við skaðin er líka sýnilegri í stærri ríkjum og stærri samfélögum. Já. Hann er áþreifanlegri. Já. Þú veist, ég þekki núna mikið af D-transfólki. Ég á rosalega góðan samkynhneigðan vin og hann fór í transferli 26 ára gamall og það var alltaf verið að þrýsta á hann að láta skera undan sér, þú veist, og ef hann myndi ekki bráðum fara í aðgerð þá myndi að missa þjónustuna. Hann þurfti bara sálrænan stuðning. Hann sá eftir aðgerðinni þegar hann vaknaði úr svæfingu. Skilurðu? Og hann var 26 ára gamall. Já, það er margt í þessu sem að náttúrulega vekur spurningar og ég veit ekki, ég vil náttúrulega bara hvetja til meiri umræðu þetta. Það hefur einhver rétt fyrir sig. Það getur vel verið að Eldur Smári sé sá skíthæll sem að fólk er að segja að þú sérst. Og þú sért bara svo heilalaus í þessu út af því að þú ert blindar að hatri. Já, blindar að hatri, skilurðu, bara fóstu hann í kaninuholuna og komst aldrei upp úr og þar er bara að finna einhver myrköfl sem að þú reyndar telur þig vera að bera fram undir þeim formerkjum að þú sett góð manneskja með í því en í rauninni ertu bara að ganga á hagsmuni þeirra sem að muni skerða svo þín réttindi. Það gæti verið fyrir hendi en
það breytir samt því ekki að það á þá að vera hægt að taka mjög svona beinskeytta umræðu þetta og ég veit að fólk og einhverjir sem eiga augljóslega transbörn eru náttúrulega bara viðkvæmir fyrir því að þetta sé borið fram á borð en hins vegar þú munt aldrei sannfæra foreldra transbarna og þú getur það ekki vegna þess að þau eru búin að taka þessa ákvarðanir fyrir hönd barnana sinna og þau munu deyja á þessari hæð fattaru því að þau eru búin að taka þessa ákvarðun og þú veist að það og þegar að vera að segja að ákvarðunin sem þú tókst að skaða barnið þitt þú getur ekki lifa með því þannig að þú mynd verja það fram í hið óendanlega ég skil það, ég ekki að fara að samfæra þessa foreldra ég veit að þessi foreldra munu aldrei taka mig í sátt en kannski get ég lagt mitt á verkum og kannski getur umræðan lagt það, þú veist, orðið til þess að það verði ekki jafn margir foreldrar sem fara með börnin síni í þessar vegferðir. Við verðum að sjá til. Þetta allavega heit kartefla. Mjög svo. Ég mun fá mikið hatur fyrir það að annað borð að hafa en að bjóða þér. En ég meina, mér þykir þetta bara vera, sko, jú, að einhverju leyti félagslega sjálfsög er þetta áhugavert bara út af því að þetta eru börn. En mér finnst þetta bara líka vera mikilvægt upp á tjáningafrelsismálin. Mér finnst bara allir sem að hafa einhvers konar athugasemdir og annað hvað eina eiga að fá að bera þær að borð og ef það eru verri hugmyndir heldur en annara þá eiga að verða þær endanlega ofan á. Sko. Mér langar að koma einu áður en við ljúkum og bara, þú veist, þetta bara til þess að fá fólk til þess að velta hlutunum fyrir sér og bara hugsa, ég ætla bara að planta einu fræi. Hvenar hefur það einhver tíman reynst heillavænlegt í mannkynssögunni að gera tilraunastarfsemi á heilbrigðum börnum? Það eitt. Og svo annað, hvað gefur okkur leyfi til þess að hamla eðlilegu þroskaferli annarra mannesku? Já, ég ekki með nægilega mikla sérþekkingu til að meta það. En þetta er hugleiðing sem að margir geta haft hugfast. Eldur Smári, takk hérlega fyrir að koma og þá getur næst. Kærar þakkir.